Þegar mér var boðið stuðningur fyrst, þá harðneitaði ég. Mér fannst ég bara vera ein í heiminum og ég með mín vandamál og það þekkir það engin annar, nema ég. Og það er ekki rétt. Og það fattaði ég ekki fyrir að það var bara, ég fékk heimsókn frá stómasamtökunum og ég fékk bara stuðning hvort ég vildi það ekki og það var rosalega gott og því það var augnablikið sem ég sá Guð, ok, ég er ekki ein. Það er stelpa á mínum aldri sem er að hugsa nákvæmlega sömu hluti og ég og er að upplifa nákvæmlega sama varðandi líkamann sinn að allt í einu er allt breytt og maður þarf að byrja upp á nýtt svolítið og það er bara alls konar, ég meina svo er ekki bara, ég meina lífið heldur áfram en það er öðruvísi. Maður þarf að læra upp á nýtt svolítið hvernig maður fer að og það fekk ég bara að vita út af því ég var með stuðning. Ég hitti manneskuna sem var búin að upplifa allt þetta sem ég var að fara ganga í gegnum. Og svo er bara mjög mikilvægt að hafa svona, við bara reglulegan stuðning að geta tjá sig það sem maður er að hugsa og það er bara í þessum samtökum sem maður fær það, eins og ég segi, frá fólki sem veit nákvæmlega hvað maður er að tala